Robert Bruce konungur sat sigraður, skjálfandi í köldum, rökum helli í skosku hálöndunum. Hann hafði tapað bardaga eftir bardaga, herrans var dreifður og ríki hans lá í rústum. Öll von virtist hafa yfirgefið hann, andi hans var jafn þungur og fotnu steinarnir í kringum hann. Hvaða tilgangi þjónar þetta, muldraði hann, rödd hans var tóm. Fólkið mitt þjáist vegna mín, ég er algjör mistök. Hann starði á loft hellisins, týndur í örvæntingu. Fyrir ofan hann hófst lítil kónguló á ómögulegu verkefni. Hún reyndi að spinna fínlegan þráð yfir breitt bil til fjarlægra steinhillu. Konungur horfði á, eigin vesaldómur hans gleymdist í smástund. Þráðurinn slitnaði, litla kóngulóin féll, en fljótt, hygglust klífraði hún aftur upp. Hún reyndi aftur og aftur að reyna sömu áhættusömu sveifluna. 6 sinnum mistókst henni, hver einasti þráður slitnaði. Í hvert skipti reis kóngulóin einfaldlega upp, safnaði kröftum sínum og reyndi að nýju, gaf aldrei upp skýrt markmið sitt. Konungur horfði á, neisti af einhverju nýju kviknaði í örvæntingarfullu hjarta hans. Í 7. skipti, með ótrúlegri þolinmæði, tókst litlu kóngulókni loksins að tengja þráð sinn. Hún hafði náð árangri, brothætta brú hennar var nú fullgerð. Öflugri þrumandi hugsun sló konunginn, ef pínulítill, brothætt kónguló getur reynt svona oft, sigrast á mistökum, þá get ég það líka. Hann fann nýjan styrk, glóandi ösku einbeitni kvikna í honum. Robert konungur reis upp, hjarta hans fylltist nýjum, óhugganlegum kjark. Hann safnaði saman trúum fylgjendum sínum, barðist hugraklega og að lokum, með hreinskilinni þrautseigju, vann hann aftur sitt ástkæra ríki og sannaði að jafnvel konungur getur lært af minnstu veru. Þessi góðsagnakennda saga kennir okkur að fall er ekki endirinn, það er einfaldlega mikilvægt skref, tækifæri til að rísa sterkari og vitrari. Eins og þrautseiga kóngulóin megum við aldrei hætta að reyna, sama hversu oft við föllum. Ef ótrúleg ferð Robert konungs innblásindi, gerð áskrifandi að Ísalandi hefur fyrir fleiri góðsagnakendar sögur. Líkaðu við ef þú ætlar að beita þessari öflugu lexíu í dag og kommentaðu hvaða aðra frægu sögur við ættum að deila næst.